Góðan daginn og velkomin í þátt númer 121 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er mánudagurinn 4. október 2021 og kellan snaraði sér yfir hálfu öldina í gær. Takk fyrir takk. Og takk fyrir alla kveðjurnar. Bara frábært og frábæra þátttöku í leiknum og vinningshafinn hefur verið valinn og ég tilkynni það hér á eftir. Nú ég fagnaði bara í gær með nánustu heima í smá kaffi og róliheitum og bara ósköp ljúft. Fékk náttúrulega bara fínar og fallega gjafir, ekkert handavinnu tengt en hobby tengt. Ég fékk alvöru flugveiðistöng og hjól frá systkinum mínum og pappa og já, og þannig að það var hitt hobbyið sem fékk að ljóma í gær. Nú í dag er bara allt þetta hefðbundna, það er klár, verkvinnslu og hvar á döfinni og þetta allt saman. Nú fyrst ætlaði ég nú að segja ykkur hver mig er að finna. Það er Helga A71 á Instagram og Ravelli og svo síðan verkefnatöskur Helgu / sokkasnákar Helgu. Og á mínu persónulega Facebook þá er ég voða lítið að tala eða sinna prjónerínu að handavinninni þar, þannig að ég er ekkert að samþykkja beiðnir þar frá fólki sem er ekki tengt mér, bara svo það sé sagt. Af því það kemur allt svona tímabil þar sem allt í einu poppa upp fullt af beiðnum frá fólki sem ég bara þekki ekki og ég samþykki það ekki nema að vita frekar deilu og svo leis. En síðan er annað, hjá YouTube eru þeir farnir að klína auglýsingum framan á allavega í það minnsta á myndbandið hjá mér og þetta er eitthvað sem ég ræði ekkert við, að ég veit ekki alveg hvernig ég á að losa mig út úr því, sko. Ég er ekki neinni peninga áskrift hjá þeim eða neitt svo leist, þannig að þeir eru kannski að reyna að þvinga mig til þess að fara út í þann pakka til þess að ég geti hreinsað vídeóin af auglýsingum, en ég þarf bara svona, ég er í mótþróa yfir þessu og ég er ógeðslega fúl yfir því, ekki verandi með fleiri áskrifendur, að það sé vera að klína einhverju auglýsingu framan á þetta, því að til þess að ég hagnist eitthvað á því þá þarf maður að vera með eitthvað hjúts af áhorfendum og það er bara ekki þannig hjá mér og þetta á ekki snúast það. Nú, en ég er greinilega komin í eitthvað prjónastuð því að það datt eitt og annað af prjónunum og heklunálinni á síðustu 2 vikum. Og fyrst er það þessi peysa sem ég sit í og þetta er eftir Telmu Steimann og hún númerar, þar heita ekki peysurnar, þar eru bara númer 10621. Í síðustu viku gerði ég síðustu þetta þá var ég með opnu jakkapeysuna. Í þetta nota ég í aðallitin Isabella by Permin og þetta er litur 889101 og bara er ljósgrár. Þetta er svona fingring gráleiki. Það eru 220 metrar í 50 grömmunum og í ermarnar notaði ég, eða munstrið á ermarnar notaði ég Karisma, lit númer 79. Þetta er algjört svona stass-dæf. Og þetta er peysa. Þetta er aðalmáli, það er ermarnar. Og þetta á að vera svona eldur, svo eru 2 aðrar útgáfur í viðbót. Svona til þess að vera manna munstur á ermunum. Og ég sjálf sér
eina breytingin sem ég gerði var að ég með tvöfaldan kragan, að þetta svo fínt gatna og þá hvað ég hafa hann tvöfaldan svo hann svolítið svona veglegri. Og ég notaði 3,5 mm prjón í stroffinn, 4 mm prjón í bólinn og 4,5 í munstrið. Sérst til þess að ég væri nú örugglega að ekki kippa of mikið saman, af því það svolítið síðan ég var í svona munsturprjóni og maður þarf svona aðeins að venjast því upp á nýtt. Þannig að þetta eitt af klárunum og já, bara fínasta peysa, hlý og góð, en ég ætla að hafa fataskipti augnablik. Og næsta klár Hekla og þetta bara frí uppskrift á Ravelli. Ég held ég hafi talað það í síðast þætti hvar hana, eða þar sé ég það. Það kíkja hérna á. Já, ég fann þetta hjá henni Kerry í The Creative Obsession. Þá fann ég linkin á þetta. Og þetta eru bara 2 svona langir ferningar sem eru svo bara þeir eru í rauninni bara erfitt að sýna það þegar maður búin að sauma ermarna saman. En þetta voru bara 2 svona ferningar og þeir eru festir saman til hálfs hérna til þess að mynda fyrir hálsinn og síðan er fest saman hérna aðeins til þess að mynda ermaopið. Og þetta svona fínt örugglega í sumar eða þegar það er óvenju heitt inni. En mann vantar samt kannski eitthvað aðeins. Og ég notaði í þetta 2 hespur af The Urban Pearl Lux High Twist Celtic Torch heitir þetta. Þetta 80% súpuvás merino, 20% silki, 365 metrar í 100 grammun. Og það voru 2, einu í sikkot panelinn og þetta frí uppskrift. Og hún ekki flóknari en þetta. Þannig að já, þetta var bara fínt að mér langaði að nýta þetta gatn og þetta má daginn eftir afmæli og og gera eitthvað svona, hafa eitthvað svona einfalt að gera í heklerínu. Ekki það ég sé að gera eitthvað flókið almennt þar. Nú síðan kláraði ég 1 par af jólasokkum. Þetta snákur frá Hex leiðindaskjóða. Ég gerði þetta á sokkaprjónavélinu minni sem ég átti og var bara að prjóna á tá, hæl og og stroff. Og þetta grænn litur frá Austumanstepp. 64 lykkjur og ég alltaf með 60 lykkjur hérna á milli. Og síðan það bara restin sem að ræður. Þannig að ég kláraði þetta þar. Og á þá bara eftir 1 par sem var tilbúið á prjónum, þannig að sem ég byrjaði að vinna, þannig að það fyrir að styttast í að ég fyrir að þræða aftur upp á alla prjónana svona til þess að hafa tilbúið í flottu sokkaprjónatöskunum minni frá Eddu. Síðan eru The Prairie Socks tilbúnir eftir KF Jones í Bakery Bears. Ég ætlaði nú að vera með, já hérna.
upplýsingarnar gatnið og ég fór bara algjörlega eftir uppskriftinni hjá henni og það var eins og ég talaði síðast, þessi hlið voða fín en þessi ekki eins, þannig að þetta öðrum megin lítur þetta voða vel út en ekki eins vel hinn megin og það bara alltaf, þetta ofan í skónum eða þar sem að fólk á ekkert að vera að horfa og þetta var bara mjög þægilegt svona munstur prjón og gatnið algjört æði. Það Regia gatn sem ég keypti ekkert í litlu prjónabúðinni, Regia Premium Merino Jack og þetta litur 7518 og ég prjóna á 2,25 og í þessu 58% ull, 28% polyamid og 14% jakk og það kemur svona pínu sprengd áferð út af jakkinu því það grátt, þannig að það mikið líf í hespunni þó hún sé einlit og það allavega á skjánum þá virkar gatnið svona blárra heldur en það meira grænt, þannig að það bara langt síðan að ég prjónaði alveg heilt par bara án aðstofar sokkaprjónavélarinnar, þannig að dugleg ég og það alltaf gaman að hafa svona par í gangi. Skjúsa mig, herðu, bíddu nú við, þá erum við búin með klárin og verkin í vinnslu eins og áður sagði. Síðasta parið hérna af því sem var tilbúið á prjónunum. Ég bara rétt byrja á tánum. Þetta er 54 lykkju uppfytt. Hvernig er þetta? Þetta allt snúið. Og ég er bara rétt að byrja á úrtökunum á tánum. Og þetta, já, 54 lykkjur, þetta 2020 aðventu sokkarnir, eða gatnið frá henni, The Cozy Knitter. Og sko venjulega passa alltaf að ég sé með 240 í það minnsta á svona hefðbundinni lengd á parinu fyrir mig. Hérna 276, þannig að þegar ég er búin að klára tána í og ætla að fara að finna út hvar ég þræði nálinni fyrir hælnum og þá tel ég 60 umferðir frá hérna þar sem ég byrja á tásulitnum. Tel 60 umferðir, þræði hérna sikkur megin við hérna eina umferð, klippi á miðjunni, rek það upp, með náttúrulega nál fyrir ofan, eða prjóna fyrir ofan og prjóna fyrir neðan og skelli hælnum þar í. Og þegar ég geri svona eftir á ísettan hæl þá geri ég bara raunni tá. Þetta bara er það sama. Þetta er hæll og þetta er tá. Þannig að það er bara mjög þægilegt. En það eru náttúrulega alls konar aðferðir til þess. Og þetta náttúrulega í þessari gullfallegu tösku frá Westnitz og Jochi Locatelli. Síðan er ég náttúrulega alltaf með að dúllast eitthvað í þessu. Þetta er orðið, já, maður er alveg ágætis tíma að gera eina umferð, þannig að ég er ekkert að sýna ykkur nema kannski bara á 20 umferða fresti eða eitthvað, eða ég vil meira því þetta á að enda í allavega 400 umferðum. Til þess að verði vel stórt á ég vil hafa, almennilega stórt á hjónarúminu.
Síðan var ég að horfa á The Nitty Notwits, tvær ansi skemmtilegar amerískar vinkonur sem mjög gaman að horfa á, og önnur þeirra að detta í Hekluholuna og hana langar að læra alls konar heklu og svoleiðis, og fann mjög skemmtilegt teppi sem frítt á Ravelry, þar sem ert að skipta liti og ert að gera alls konar alls konar tækni í heklinu, og þar sem yours truly á nóga afgöngum, þá datt mér í huga að gera þetta, og ég kem bara inn í vinnuherbergið mitt, sest niður, kveiki á iPadinum og tjekka á hvað á að gera í þetta skipti, og sit og rúlla yfir. Ég ætlaði nú að vera voða samviskusöm og gera eina svona umferð hverjum degi, en svo þurfti ég að undirbúa þetta afmæli og svona horfa á múrarann að vinna og þá að klára í vikunni. Yes. Þannig að þá bíð ég bara eftir að smiðinni geti komið og klára þakrenninnar. Þannig að þetta alltaf skella á. Herru, ég ætla að setja ykkur aðeins á pásu með að ég finn þessa uppskrift svo ég geti sýnt ykkur. Jæja, þá var það fundið. Þetta heitir As We Go Stripy Blanket. Bara sýna ykkur á skjánum. Og þannig að sjá að eftir myndina að það svona alls konar tilbrigði við hekl þarna. Þannig að já, ég ákvað bara að í ljósi þess að hér til nóg af litlum hespum og alls konar, og ég að nota 3,5 mm heklunál, og þetta bara svona fínt líka bara á borðinu og bara kóla ég síði niður. Já, það ekkert meira í vinnslu, en á döfinni dress sem ég ætla að gera í afmælisgjöf á Litlu Valdísi. Þetta kallar sig Busy Deer Design. Sjá. Og brókin og frá sama höfundi þessi peysa, og ég pantaði að mig minnir Lilli Lerke í þetta. Það gekk svolítið mikið á henni síðustu viku, ég man bara ekkert hvað ég var að panta mér. Látum okkur sjá. Hvað? Sé ég það ekki? Afsakið hvað ég óskipulögð, mér fyrirgefst, ég svo gömul. Svo var ég búin að svona meðan við erum að bíða meðan ég finn þetta. Í gær þá var ég þetta Facebook að svo fyndi, ég var greinilega eitthvað að ofbjóða þeim því að ég var sett í straffa því ég var svo dugleg að þakka fyrir afmæliskveðjurnar í gær, og þannig að ég á eftir að klára að þakka fyrir sleppdag. En já, ég pantaði frá Prjónaklúbbnum Lilli Lerke 8025 karamellu litinn, og ég bara vænti þess að hann detti inn lúguna í dag. Þá get ég fitjað upp á hennar dressi. Nú, svo bara í rauninni, ég náttúrulega að vinna á leyniverkefni fyrir Stephen. Ég ætla að klára þessa sokka og svo kannski fókusa aðeins á þessi teppi.
sveppi og eitthvað svona og svo getur vel verið að ég fá einhvern uppfittunar trilling. Sjáum bara hvað setur. Ég ætla ekkert að fara eitthvað að gefa út eitthvað yfirlýsingar. Það snýst oftast bara einhvern veginn í höndunum á mér. En svo annað þar náttúrulega ennþá til snákar og töskur inn á læksíðinni, verkefni töskur Helgu, / sokkasnákar Helgu. Það náttúrulega bara tilvalið að ef ykkur vantar hugmynda af jólagjöfum eitthvað að henda í að klára par með því að fá okkur snák og þurfum við bara að setja hælstrof og tá og sleppið við að prjóna rest og þannig að þið getið kíkt á það afsláttur og öllu þannig þá til að verður bara búið. Svo sjáum við bara hvað verður með, ég náttúrulega ekki fara að gera fleiri sokkasnáka en við sjáum hvað verður með töskubransa. Það nú ekkert útséð með það, maður bara, það svolítið svona brasens ennþá á póstþjónustuna og ég bara nenni ekki að standa í að vera að bíða einhvern óratíma alltaf eftir eftir skal ég eitthvað segja efnunum sem koma svo eftir dúkudisku allavega. Þannig að við sjáum bara hvað setur þar. En vinningshafinn, ég var að tjekka því. Ég setti bara copy-pastaði þáttinn sem að þið kommentuðu undir á síðast og fór í svona YouTube random generator sem að velur þá einhvern veginn af þessum 30 sem að melduðu sig í pottinn og vinningshafinn Halla Sveinsdóttir. Þannig að Halla mín, þú mátt bara annarkvort senda mér skilaboð á læksíðunni eða á Instagram Helga A71 eða bara tölvupóst helgaarnar71@gmail.com og láta mig vita og hafir séð þetta og sent mér heimilisfangið og ég snara þá töskunni og garninu og snáknum til þín. Hendi því í póst. Þannig að þá það komið og við bara köllum þetta gott í dag. Ég svona pínu út allt. Ég náttúrulega bara er samt með þetta allt niðurskrifað og skipulagt og ég ætla að skrifa nafnið á henni Höllu svo ég fara nú ekki að klúðra neinu heldur. En já, annað sem ég langaði að sýna ykkur svona áður en ég slepp ykkur, það að ég pantaði mér frá Kína, AliExpress, svona, þetta er svona skartgripa kassar eða svona fyrir eitthvað smádót og ég var að horfa á hann Erik í Sticks Plus Twine, kanadískan podcastara og ég svolítið svona skipulagsfíkill og mér fannst þetta algjör snilld. Og í ljósi þess að ég á nóg af svona dótaríi, þá fékk ég mig þrjá, vissulega, svona eins og fólk gerir. En þá líka bara allt þetta dótarí á vissum stað. Þetta nú ekki allt fullt, það eitt laust hérna neðst, en þetta mjög þægilegt. Þessi undir verulegum kringumstæðum bara inn í stofu hjá mér. Þetta svona uppáhaldsverkfæri mín í þessum. En þessu var hendinga inn svo litli puttara var ekki að hamast í þessu hérna í partíinu í gær. Þannig að þetta voða fínt að þú veist, þá sé ég hvað ég á
og hvar það er. Ég var alltaf að geyma þetta í einhverjum döllum og inn í skáp og eitthvað og fann ekkert og þar að leiðandi fór að keypti meira á þar og svo framvegis. En núna sé ég þetta, veit hvað ég á og veit hvað mér vantar ekki. En ég bara þakka fyrir í dag og óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst eftir 2 vikur. Takk fyrir og bless bless.